Byrjaðu á að segja mér aðeins frá því svona hvernig áhuginn kviknaði á líffræði og þá kannski sérstaklega plöntu líffræði og vistfræði. Já, þetta svolítið flókin spurning, ég nefnilega ekkert alveg viss. Ég hef alltaf haft áhuga á umhverfinu og náttúrunni og einhvern veginn byrjaði í líffræði Háskóla Íslands og eitt leit á öðru og ég er komin í mastersnám í plöntu vistfræði. Og þú byrjar í Háskóla Íslands og ferð svo til Svalbarða. Lá það alltaf beint við að fara frá Svalbarðseyri til Svalbarða í meistarnám? Nei, ég veit heila ekki alveg hvernig það æxlaðist, en mér langaði alltaf að fara í skiptinám og mér langaði ekki að fara til Kaupmannahafnar eða eitthvað eins og allir hinir. Svo var ég bara í vistfræði tíma í Háskóla Íslands og prófessorinn þar hefði verið á Svalbarða og sagði okkur frá háskólasetrinu og ég hugsaði, já, áhugavert. Og sótt og var í skiptinámi í grunnnáminu í hálft ár. Og svo heldur áfram, getur þú lýst aðeins fyrir mér náminu, svona hvernig það byggist upp og hvað eru það að gera þarna á Svalbarða? Maður ímyndir sér ekkert mikið af plöntum þarna, en það er kannski, svoleiðis. Ég náttúrulega hafði aldrei séð þær fyrir en bara núna í sumar. Vextitímabilið mjög stutt, þannig að það er náttúrulega bara allt í snjó, þangað til í svona maí og þá byrjar allt og gerist mjög hratt. Ég er bæði búin að vera að taka áfanga og svo vinna í minni eigin rannsókn. Bæði bara skrifa ritgerðina og í feltvinnunni, safna gögnum fyrir ritgerðina. Og hvaða gögnum ertu að safna? Ég er að skoða áhrif loftslagshlýnunar á plöntur. Þannig að ég er búin að vera að rýna í þær. Geturðu lýst aðeins fyrir mér háskólasamfélaginu þarna? Er mikið af fólki sem er að stunda nám og rannsóknir á Svalbarða? Já, það er mjög skemmtilegt samfélag. Það er bæði geta nemendur komið í skiptinám í grunnnáminu og þá eru þau í 6 mánuði í senn, vor og haustmisseri. Og svo eru mastersnemar og það eru styttri og meiri svona, mánaðakúrsar eða eitthvað þannig. En svo er líka annað, þarna býr fólk bara allt árið kring. Hversu stórt er þetta samfélag og getur þú svona lýst í hans fyrir okkur? Maður hugsa sér bara snjó, myrkur og ísbirni, en hvernig er þetta? Þetta er ævintýralegt og það búa 2000 manns í Longyearbyen sem er aðalbærinn. Svo er annar minni bær sem er rússneskur með kannski svona sirka 600 manns sem er, já. Er þá annar bærinn norskur og hinn rússneskur? Já. Og tungumál beggja landa töluð eða hvað? Já. Akkurat. En enska er nú eiginlega aðalmála því að svo mikið alþjóðlegu fólki á eyjunni. Þegar þú komst þarna fyrst þá og kemur hérna frá Svalbarðseyri, ég get ekki sagt það nú oft, var eitthvað sem kom þér á óvart eða var Svalbarði bara alveg eins og þú hafðir ímyndað þér? Ég veit ekki alveg hvernig ég ímyndaði mér það, en ég einhvern veginn, þetta er bara venjulegu bær. Það er skóli og leikskólar og ein búð, eitt kaupfélag og já, kannski komið svolítið á óvart hvað allt er ýkt. Það er bara kólniðamyrkur í nokkra mánuði og svo á sumrin er bara sól, allan sólarhringinn. Bara, já. Finnst þér þú kannski betur undirbúin fyrir það heldur en þeir sem koma lengra að, kannski frá Bandaríkjunum eða öðrum stöðum? Já, ég held að ég sé nú betri í myrkrinu heldur en margir koma hana. En samfélagi við dýrin, geturðu sagt mér aðeins frá því svona hvað þú hefur upplifað þarna? Já, maður er svolítið nálægt svona villtri náttúru. Það eru bara refir og hreindýr í bænum sjálfum, er ég segja. Og einstaka sinnum ísbirnir. Og hefurðu séð ísbjörn? Já, í fjarska. Og er þetta eitthvað sem fólk er hrætt við og svona meðvitað og kannski gera einhverjar ráðstafanir fyrir? Já, þú verður að vera með riffil þegar þú ferð út fyrir bæjarmörkin og bara verður alltaf að hafa í huga að það eru fleiri ísbirnir á eyjunni heldur en fólk. Veistu hverjar aðal atvinnugreinar eru þarna á Svalbarða? Já, kolanámunar, allt í kringum það og svo ferðaþjónustan. Það er rosa mikið af ferðamönnum þarna, meira en ég reiknaði með. Já, akkurat. Eru það bara svona almenni túristar eða fólk sem er að koma alltaf
skoða eitthvað í sambandi á háskóla? Já, sko bæði, það koma líka skemmtiferðaskipin. Koma þarna og ryðjast inn í bæinn og þá fjölgar bara tvöfaldast íbúafjöldin. Bara eins og Akureyri? Já, það sé ekki sömu skipin. Já, akkurat. En Íslendingar, mikið af Íslendingum hana? Já, við erum nefnilega frekar mörg núna. Við erum allavega 15 sem erum þarna staðaldri og svo er alltaf fólk að koma og fara, bæði koma í háskólan og já. Og af hverju sækir fólki að fara að vinna á Svalbarða? Er þetta skattaparadís? Það er ekki mikill skattur og það er norsk laun, þannig að það er ágætt að vinna á Svalbarða. En hvernig sérðu svona fyrir þér framtíðina? Hvað ætlar að vera þarna lengi og langar þér kannski að setjast bara að á Svalbarða? Ég veit nú ekki með að setjast að, en ég ætla allavega að vera eitthvað áfram meðan mér finnst skemmtilegt. Frábært. Og hvað var þar námið? Ætlar að halda áfram á þessari línu? Heimskauta vistfræði plantna? Ég ætla allavega að klára mastersnámið, sjáum svo til. Svalbarðseyri og Svalbarði, eiga þessi tveir staðir eitthvað sameiginlegt annað en nafnið? Fámennir kannski? Nei, ekki mikið. En kanntu vel við þig sem sagt á fámennum stöðum? Já, ætli það ekki. Ég er greinilega sæk í það.